Daniel, nú þjóðfélagið í lamasessi, það búið að setja samkomubann í 4 vikur, ætlar þú ekki hitta neitt? Jú, ég tilbúin að koma. Þannig að, jú, auðvitað náttúrulega bara lifir maður eftir því að náttúrulega heilsa manna sem skiptir máli og hittir algjört aukaatriði. En vonandi bara breiðist þetta ekki það ört út að öll þjóðin fór annan endan, en það er vissulega dálítið högg. En ég held að við séum bara heppnir Íslendingar með víðast annars staðar. Daniel, þú hér staddur náttúrulega á félagsvæði Sörla. Hvað þetta hús stórt hjá þér? Þetta nú fyrir 40 okkar hross, við nýtum það nú ekki allt. Það hérna stóðhustar í 2 stígum og þetta svona 32 til 5 hross hérna svona jafnaði hérna inni. Þú með síðan inniðaðstöðu hér sem þú getur notað að einhverju marki? Já, hún búin að vera okkur afar notadrjúgu vetur, þessi inniðaðstöða. Það búið að vera eiginlega ofsalega veðrabreytingar hérna, þó að við hefum verið sem blessunulega eða heppin raun og veru með að við víðast annars staðar. En það viss veðursælt hér. Það norðaustan bálið á Suðurlandi þá logg hér. Og þannig að við höfum svo sem ekki fengið mikið yfir okkur af veðri, þannig með víðast annars staðar. En þessar veðurbreytingar, svo erum við fína reiðullina og frábæra beinabraut sem að ég nú alveg að tala bara held ég út frá bara það sem mér finnst, en ég held að hún sé svo besta sem að völ á Íslandi í dag. Hvernig líst þér á breytingar á kynbótakerfi? Það bara eftir að koma í ljós. Mér líst nú reyndar bara mjög vel á þetta hæga töldshaft þarna og stökkið, það koma bara í ljós hvernig það útfært og þessi taumur gefin, ég veit nú ekki hvernig það á að útfæra það, en þetta náttúrulega kemur alltaf í ljós bara þegar að menn fara að eiga við þetta. En aftur á móti ég ekki fylgjandi því að lækka vægi á byggingu, en það kemur bara í ljós. Heldur að hrossin verði ljótari við að lækka, eða skilur heldur að fólk hætti að leggja áherslu á sköpulag ef við lækkum vægið því? Nei, ekkert endilega að segja það, bara við erum að reyna að rækta fallegan íslenskan gæðing sem getur líka hlaupið, þannig að við eigum að hafa það að leiðarljósi alveg svo hitt. Og þá kannski þessu tengt, þú ert nú búin að sýna mörg þúsund kynbótarhross og það verður sennilega engin breyting á því í vor. Eitthvað sérstakt svona sem að heldur að standa upp úr hjá þér í hesthúsinu fyrir vorið? Nei, við erum náttúrulega með meira frá okkur heldur en við erum með áður. Bæði yngra og eldra svona, en nei, ég held ég ekki. Ég held þessu bara svona reyna að gera sitt besta bara, eins og flestir. Talandi þína ræktun þá, hvað helst þar núna? Við erum með á 4. svolítið hérna og á 5. Ölnisdóttir sem ég sýndi í fyrra, Arjónsdóttir sem reyndar við héldum sem við sýndum á Hellu. Hún ekki hérna inni núna. Svo erum við með Skagadóttir, Ómsbörn, Arjónsbörn, já, þetta svona bara laust á tekið svona. Segir Hjelduð Arjónsdóttir það Lóa? Já, það Lóa, Bræðursdóttir. Hún kemur þá, kastar hún þá í vorið? Já, við Adrian. Ok, eigum við að kíkja aðeins hérna, rölda aðeins hesthúsið og sjá hvað í stíunum? Já, gjör svo vel, bara velkomin. Daniel, við byrjum hér brúnn hestur sem að fylgjast með okkur. Já, þetta fól á 5. Veigar frá Skipaskaga, ég og Jóns og Söguðar, undan Arjón og Veistlu, Álfsdóttur sem var á landsmóti einhvern tímann. Hvernig, ættu að segja eitthvað hvað hann fær í vor þessi? Hann fær einhverja tölur bara, hefur ekki bara að halda öllum væntingum í lágmarki. Hér sjáum við rauðan hest. Þór frá Stórahofi, Arjónssonur. Þetta nú háttæmdur hestur, klárustur. Ætti að geta gert að hækka eitthvað ef hann heldur tölunum sínum. Og hann sem sagt í kynbótum? Já, þetta bara svona eftir að stilla staf. Hér fóli frá okkur, undan Arjón og Lottu frá Hellu á 5. Hér Sjóðssonur, Krummi frá Tjarnarstöðum, heitir hann. Áður sýndur hestur. Hér fól á 4. undan Arjón og Formúlu frá Skipaskaga. Við langar að spyrja þig núna, við erum búin að fara fram hjá undan Arjón, hann á náttúrulega stóran partí þér hann Arjón, hvernig finnst þér að vera með hans afkvæmi? Er þetta, þú veist, hefur tilfinningar fyrir þessum hrossum til þeirra?
Nei, ég er náttúrulega bara gaman öllum góðum hrossum, sko. Og ég tel Arion vera öflugan hest hvað var að tölt og uppgengni og svo held ég að nýja kynbótakerfið eftir að nýtast honum mjög vel því að hann gefur þetta uppgenga tölt og breiða og góða bak og svona. Nei, ég hef nú haldið svona frekar trygg við hann í minni ræktun. En þetta náttúrulega fullt til að góðum hestum. En einhvern veginn sogast þetta að mér. Finnurðu hérna, er hann kynsterkur? Líkjastu honum eins og hann var sjálfur? Já, að þessu leyti. Þau eiga mjög öll með að bera sig. Og já, ég er mjög ánægður með það. Og það er náttúrulega beggja átta með vekur, sko, bara eins og gengur að gerist. En töltið er yfirleitt og brokkið hreyfingamikið og hátt. En þið þurfa tíma og styrk. Það er bara eðli sínu samkvæmt þannig þegar hross ganga svona. Glæsilegt, en næsta hross? Já, hér er fóla fjórða undan Örk frá Stórahofi og Ómi. Þetta er sem sagt bróðir Nóa og Þórs sem var hérna. Hér er hrissa frá Bakkakoti, Sæsdóttir, fyrstuvélina sem Ársæll og frændans eiga. Kann nú ekki nafnið á henni. Hér er hrissa fjórða undan Eril frá Einhamri, frá Efstadal á fjórða. Mjög lipum meri. Hér er hrissa frá mér, brún. Þetta er systir Gríms frá Efstaseli sem ég seldi til Danmörkur á sínum tíma. Og undan Arion, sem heldist hjá mér á 5. og ég held inni, sem var ég að taka nattu núna. Hér er Álfsdóttir sem ég sýndi í síðsumars, fór í góðu fyrstuverðlaun. Hér eru tvær hrissur, hér er Næla frá Lækjabrekku, Arionsdóttir. Og hér er Þórhildur frá Efribrú, hrissa sem þetta eru báðar merar, mjög háttæmda merar. Hér er Skagadóttir undan Leiti á fjórða. Undan Skagan og Skipaskaga? Já, á Leiti. Þetta er nú svona eitt af fyrri afkomum hans, eða ekki, nei? Jú, nei, ég reyndar ekki, en þetta er svona kannski nú fyrir að koma undan honum og betri merum, sko. Þannig að þetta er svona spennandi. Veit að eigendur og rektundur hans hafa svona stemtaði jafnvel að reyna við að koma honum í fyrstuvélum fyrir afkvæmi, er það ekki rétt og heldur að það sé möguleiki? Já, ég held það nú, sko. Ég held að Skaginn eigi eftir að verða okkur dýrmætur kynbótahestur. Hvað var það skref og útlit og þetta allt saman. Ég er allavega afar ánægður með þetta meira. Hún er bæði falleg og efnileg. Lofa mjög góðu. Hér eru tvær meira frá Ragnhæðarstöðum, Háspenna frá Ragnhæðarstöðum, Spunadóttir og Hátíðar. Og hér er Hrönn frá Ragnhæðarstöðum sem er undan Hrannari og einhverja meira frá Ragnhæðarstöðum, ég veit ekki. Helgu frá Ragnhæðarstöðum. Hér er Alsestir Apollos á fjórða. Og hér er Spunadóttir frá Ásbrú, frá villavinum mínum í Ásbrú. Þetta er Spun og Sömbu. Hér er hrissa frá okkur undan Hrafni frá Efri Rauðalæk og Spá frá Eystraflóðholti á 5. Kannski eins, vona maður spyrji eins og með Skagan, þetta eru hestar sem að koma að reynsla á með afkvæmi eins með Hrafn. Einhver lýsing á þeim? Já, sko, hann er náttúrulega kannski ekki búið að vera eins ört notaður eins og hinn. En þannig að þetta svona bara kemur rólega honum. En hann þarf bara innspýtingu eins og aðrir hestar, það þarf að koma undan honum eitthvað á brautina. En hann var náttúrulega frábær gæðingur sjálfur. Og ég hafði trú á honum, ég hélt hans undir hann. Og þessi mér er fín, þetta er mjög gott hross. Er það ekki svolítið til marks menninni sem að kynnast hestunum, ef þeir vilja nota þá hlýtur það að segja ýmislegt? Já, það fer eftir hvað langt konur í hestunum, sko. Hér er hrissa frá Tjarnarstöðum, þessi var sýnd í fyrra. Það heitir Mirra. Þetta fór í góð fyrstuvélin á Helli í fyrra. Hér erum við komin í hinn hlutan á hesthúsinu, Daniel. Stoppum hér við fyrstu stíðu. Já, þetta er Glampi frá Kjarrhólum, Arjónssonur, sem við eigum sjálf. Helvíti svona álitlegur hestur, kemshestur og kynbótahestur á mínum mati. Ég satsaði mikið á þennan hest í fyrra. Ég hélt ykkur 7 undir hann í fyrra. Ákal ánægður með þennan hest. Og ég held að þessi hestur eigi eftir að henta þessu nýja kerfi ákaflega vel. Bæði byggingarlega og hæfileikalega séð. Ofsalega háar og miklar herðar og einstaklega uppgengur á öllum gangi. Svífur mikið og
og ég mjög ánægður með þennan hest, virkilega. Hér Apollo. Hann nú sem betur fer held ég að skríða saman eftir þessi miklu meiðsli sem hann varð fyrir. Hann var nú bara rétt fótbrotinn og búið að taka svolítinn tíma að ná því í lag og ég hef satsað mikið á hann í vetur. Ég sýndi hann nú í fyrra við lítinn fögnuð mín sjálfs. Mér fannst svona hann ekki vera að gefa það af sér það sem ég tel verið í honum. En ég mikla trú á honum Apollo sem kynbótahesti og einstaklega fallegur og svona hestur fyrir alla. Geta allir riðið þessu, geðgóður, frábært hölt og brokk og stiltur, dætur mínar í honum sko, hérna inn í reiðull. Þannig að þetta segir sér nú kannski líka aðeins meira það sem við erum að reyna að rækta, hesta fyrir alla. Hér Adrian. Þetta hestur sem við eigum í samstarfi við aðra. Sigurð Ágústsson frá Geitaskarði. Mjög fínn hestur og öflugur teltari, frábær hestur. Hvað ætlarðu með stefnur með þessa hesta í keppni sem við erum búin hérna með, eða þetta áfram í Kimbodóm? Já, nú búið að leggja niður Hlégarðsreiðina gömlu sem var sem menn fóru ríðandi sko úr Víðidalnum og í Mosfellssveitina. Þannig að það ekkert að stefna því. En það náttúrulega ekkert, jú, auðvitað náttúrulega stefnum við bara með þessa hesta í eitthvað skilur, það bara verið að koma í ljós við þessi svona stefnum með hennar svona meiri keppni. Ég meina hann búinn að koma sér í góðum máli í kynbótasýningum en svo veit maður ekkert ef hann í stuði, það getur vel verið rennum honum í gegn. Bara sjá til. Hér Eldjárn frá Skipaskaga. Miklu uppáhaldi á dóttur minni hérna eins og þið sjáið. Múllinn. Ég held kannski þetta að vera svona þinn séreign þessi múll. Já, hann frá Topprættir. Já, nei, þetta hérna ofsalega fínn hestur, þess klár. Þetta stór og myndalegur og skrefmikill hestur og ég á mikla von í þessum hesti. Hann gerir sér vel í vor og sumar. Fallegur og góður hestur, sjálfgerður, geðingur. Hann kannski ekki sjálfgefið öllum hestur sem að séu 2 landsmótssigurvegarar hlið Daniel, þetta hljóta nú að vera forréttindi. Já og nei sko, þetta er náttúrulega landsmótssigurarnir þurfa líka að vera góðir sko. og heilla mann, skilur við, þegar maður er komin svona langt í ferlinu sko, þá setur maður ákveðna kröfur á hesta og þessir uppfylla það vissulega og þetta eru frábær hestar og já, þetta eru fínir hestar, þeir eru ekkert í meira háum hafðir hér heldur en aðrir hestar, bara þannig, þetta er bara hestarnir í húsinu. Jú, það er mjög gaman, ég get alveg tekið undir það. En kannski framhald af því að svona spurning sem er gaman að spurja sig að og spurja þig þá, hestar sem hafa nú þegar fengið háan Kimbodóm, erfitt að koma með það aftur? Þú veist, þeir eru að fara í góðan dóm 5 og 6 vetra, pressa og erfitt að koma aftur? Nei, það er náttúrulega bara tvennt fiskiður, annaðhvort lækka eða hækka. Þannig að það er ekkert mjög erfitt. En aftur á móti þá er það kannski erfitt að standa töluna sínar. Ég meina það er náttúrulega svolítið ofvent sko þegar þú kemur með til dæmis hest eins og þennan hest sem að fer 8,44 fjárhundra gamall. Hann þarf að vera töluvert mikið betri í 5 vetrar til að fá aftur 8,44. Þetta þarf fólk aðeins að átta sig á. Og það er ekkert sjálfgefið að hestar haldi tölunum sínum. Og hestar geta verið mjög góðir þó þau séu ekki endilega að fara í 8,44, fattarðu. Þannig að en sem betur fer hrossræktin orðin þannig og þannig hjá okkur að við erum ekkert endilega að rækta það sem hrífst mest, sko, einhver aðrir hrífast mest af. Við erum að rækta hestar fyrir markaðinn og það sem við sjáum fyrir okkur að verði hægt að vinna með í framtíðinni. Þetta er bara, og ég er búinn að horfa mörg ár á þessa uppgengni og þetta skref í hestum. Þetta er ekkert nýtt fyrir mér. Þannig að það. Já, gott svar. Hér einn enn. Hátskrifaður. Já, Rauðskeggur og Kjarnaldum. Þetta er afar góður hestur, fínn hestur. Og við notuðum þennan töluvert í hitt í fyrra. Eigum undan honum aðeins trippi, líta mjög vel út. Og ánægð með þennan hest. Þetta er bara svona hinn íslenski gæðingur þannig. Þetta er svona alvöru hestur. Einfaldur og góður hestur.
Já, og áfram höldum við það er ennþá til hestar hér. Már frá Votumýri, sýndi hann á helli fyrir Kiljanssonur, undan Önn, heiðursvölunin meirinni Önn, Kylstöðum, og hann fekk 9 fyrir tölt og 850 í byggingu og eitthvað fleira, 840 eitthvað í aðlengunni fyrir 5 metra, mjög lofandi hestur, sportari, mjög fínn hestur, spáði vel fyrir þessum hesti. Svo er þetta Háaði, bara Haugholtum. Þeir eru bræður hann og Apollo að móðurinni til, Eldingarssonur og Óms. Þessi fór í mjög góðan dóm í fyrra. Næst þess stendur við það? Jú, þetta bara vonandi gerir hann eitthvað að viti. Hann er allavega í fínu standi núna. Þrátt fyrir veiruna. En hver er galdurinn að vera með hesta í góðu standi í mars og vera svo með þau í góðu standi í júní eða júlí eða þegar það þarf að vera á hápunkti? Maður reynir að eyðileggja það ekki og þjálfa það á markvisst og fóðura og atlætis gott. Það er það sem skiptir miklu máli. Fóður og atlæti og gleði og reyna að hafa þjálfunna nógu fjölbreytta. Og við höfum verið bæði mjög duglegir við að fara á námskeið og reyna við að okkur eitthvað nýju og erum mjög áhugasöm. Þannig að það er svona eins og gengur bara. Við erum að degur áhuga eins og flestir sem eru í þessu. Er einhverjir svona sérstakir reiðkennari sem þú ert að? Já, við höfum verið hjá Borba svolítið sko núna og líka rafar vel við það og svo erum við hjá Tóna og svo erum við náttúrulega eigum við með fullt af góðum vinnum og ég sem maður er alltaf að stúdra með. Þetta snýst að vera nördi? Já, þetta er lífstíl sko. Þú ert bara með, ég er bara með hestadellu skilur, ég pæli ekkert í öðru. Þannig að þetta er bara svona, þetta er einhvern veginn eitthvað sem að þú bara ert í og veist ekkert hvað það er að skýja annað einhvern veginn. Ég væri trúlega ekki á bíli, við getum riðin í bæ sko. Er einhver fyrirstað að fara bara ríðandi niður í bæ? Nei, það er engin fyrirstað sko, þetta teymist ekkert orðið í dag. Það getur farið með nokkra með sér. Já, það farir kannski yfir heiðina en þú kemist nú niður í miðbæ á einhverjum af þessum geðingum sem við erum búin að labba fram hjá. Jú, ég trúlega kemist í það ef við ekki stoppar á lögreglunni. Já. Kolskyggur hérna. Já. Kjarnholtum, þetta er nú landsmót sigurvegari líka. Já. Einu sinni, fyrir nokkur síðan. Mikill garpur. Og hvað, afflokkur? Já, ég meina það verður trúlega niðurstaðan sko. Það er bara, eins og ég segi, það fyrir bara eftir hver er að dæma. Snýst þetta eitthvað um það? Nei, snýst ekkert um það. Nei, bara reyna að gera sitt besta og sjá hvað kemur út úr því. Hér er fóli á 4. frá Skipaskaga, frá þeim heiðursjónum Jóni og Sögu, undan Ský frá Skálakoti og Þóroddsdóttur. Mjög fínn fóli, fallegur og þægur og lofandi hestur svona. Seinna sem að þú sem Polli sigraðir afflokk á Hellu, er ekki komið tími bara á að endurtaka leikinn þá á Hellu í sumar? Á hvað, 24 ára, 26 ára afflokksafmæli? Já, en það var nú rosalega sérstakt þetta landsmót 1994 á Hellu sko. Það náttúrulega kemur þetta hörmulega slys fyrir með Gími og ég er þarna 17 ára, 18 ára á hesti og svo eru náttúrulega úrslitin haldið áfram og ég vinn. En ég hef aldrei upplifað neina sigur, neina sigur á landsmóti, skilur, í afflokki geðinga. Það var engin, þetta var bara, mótið var ónýtt eftir þetta, eins og bara gefur að skilja. Og þannig að ég tel mig aldrei að vinna í landsmót þó að það standi á bikarnum, sko. Þannig að mér langar að vinna landsmótið einu sinni. Þá er stefnan sett á það í sumar? Já, sko, maður náttúrulega gerir sér alveg grein fyrir því að þetta er orðið gríðarlegt hestaval og góðir hestar. Og ég ætlaði mér náttúrulega að vinna síðast, svo náttúrulega bara gamli heitinn Arjón, hann var ekki til taks og heltist þarna hjá mér fyrir milliriðlana. En það er náttúrulega vinnur enginn að vera á heilum hesti, þannig að ég hafði nú bara hans hagsmuni að leiðarljósi og tók hann út.
og það var svolítið, ég viðurkenni það tók svolítið á mig, mér langaði þetta og mér fannst hann eiga það skilið ef hann hefði verið góður sjálfsög, ég ekkert beðið að fá að vinna og eiga ekki skilið en þetta nú ekkert í hendi að vera með svona gripi á hverju strái þannig að ég nú tel mig nú vera mjög góð hesta hérna en svo verður bara tíminn að leiða það í ljós sko, ég fagna sigur á landsmóti einhvern tímann sko. Sigurbjörn Bárðarsson hefur aldrei unnið aflokka landsmóti sko. Og hann ekki nýraður næsta ári? Þannig að þú átt ennþá von? Já, ég allavega hef áhuga á þessu enn og maður hefur nú dáðst á Sigurbjörni hvað hann nú búinn að standa sig vel í þessu fyrir okkur hestamenn og ég dáist nú öllu þessu fólki sem bara að lifa fyrir þetta. Takk fyrir góð svör Daniel, ég óska þér vonandi farið að upplifa sigurtilfinningu á landsmótið, þú hefur nú gert það kynbótamegin og vonandi kemur það þá í náinni framtíð inn á Hringvelli. Já, ég nú búinn að vinna, held ég hef ekki talið það en ég 16 til 20 sinnum kynbótaflokka í kynbótasýningum sko. Það nú bara orðið eins og að fá sér vasklas en mér langar rosalega að upplifa það að eignast vinna kynbótaflokk á landsmóti á hrossur minni í ræktun. Það toppurinn held ég. En svo ekkert allt að vinna, skilur. Þú getur bara staðið vel og stóðustriðin fær mikla notkun og þú hefur ánægju af þessu og við erum í þessu, ég og Lóa bara af ánægju, sko. Við erum líka af þessu ánægju. Þetta áhugamál, starf, stelpurnar okkar í þessu líka og allir í fjölskyldunni og það bara það sem skiptir máli. Þetta eru góð lokaorð Daniel, gangið vel. Takk sömuleiðis.